Heyrir þú í mér, Ómar? Halló? Heyrðu þú í mér, Guðbjörg? Já, ég heyri í þér. Heyrir þú í mér? Dag. Já. Já, flott er. Góðan daginn, Siggi. Dag. Góðan Þið verið daginn, að fyrirgefa, ég er ekki með myndavél á þessari tölu. ekki máli. Vitum af þér. Klukkan er ekki alveg orðin. Við byrjum 3 mínútum eftir síðasta því að Pétur sagði að það væri alltaf svona 3 mínútna tími til þess að fólk settist og kveikti á sér. Ómar, er heitt vatn hjá þér niður í smiðu? Ég held það, já. Svo lélugur þrýstingur hérna upp frá. Nú. Ég held alveg örglega að það var hérna. Þá skoða ég þetta bara. Ég var bara rétt að komast að þessu. Ég var að skoða þetta betur hérna bara. Hvort þetta setjum bara innan hús eða hvort sem er. Þannig í Áhaldahúsi, eitthvað Já. lélegt. Já. Það er lélegt. Það getur líka bara verið stíflað síðan. Þetta var lagi í morgun. Kemst að því að þér. Og sé ég að Örn Viðar er mættur. Góðan daginn, Örn Viðar. Góðan sæl. Blessaður. Góðar fréttir rétt áðan. Já, var það ekki bara? Jú. Heldur betur. Sæll Skarphéðinn. Sólveig, Ásrún. Komið sæl. Blessuð Sólveig. Ég er búinn að vera að reyna að tengjast fundinum í gegnum tölvuna mína. Ég bara fæ þetta ekki til að virka. Og er ég nú helviti klár á tölvur? Já, nú, ég er ekki eins klár ábyggil og þú. Góðan Er daginn. eitthvað? Góðan daginn, Pétur. Heyrið í mér hérna í gegnum tölvuna? Já, við heyrum í þér.
Ég sá þig rétt áðan. Já, þá þetta að virka hjá mér nú loksins. Mér finnst gaman að sjá Ómar Davíð hérna. Við gleymdum að búa hann síðast. Ég vona að sé búin að fyrirgefa okkur. Já, ég þorði ekki réttinar einmitt. Ég held að myndi bara draga mig eitthvað dilk. En ég ætla bara að bjóða ykkur velkomin á þennan annan fund Járngerðar, Teams-fund. Við stefnum að því að hafa hann bara hálftíma eins og síðasta fund og reyna að fara svona létt yfir þær upplýsingar sem að liggja fyrir þessa vikuna, þar sem gerst hefur síðustu vikuna og er svona í farvatninu og fundurinn er tekin upp. Þannig að allir séu meðvitaðir það. Og það er náttúrulega fyrsta spurningin eiginlega er á Örn Viðar Skúlason hjá Þórkötlu. Það er náttúrulega komu ánægjulega fréttir í hádeginu varðandi áframhald gistisamninga. Þannig ef að þú kannski færir aðeins yfir það, Örn, með okkur. Já, ég get gert það. Það liggur fyrir að við ætlum að framlengja gistiheimild sem er þessi viðauki við hollvinasamning út mars og erum að vinna bara að því hvað taki við þá og munum kynna það síðar en þessi gistiheimild er í rauninni bara samsvarandi því sem var núna í sumar og er enn í gildi og þeir sem vilja framlengja gistisamning, það verður sendur sérstakur samningur á alla, það þurfa allir að skrifa undir annan viðauka og það kemur bara í vikunni póstur það. En það er ekkert aukagjald sem kemur við þessa framlengingu, þannig að gjaldið er bara einskiptisgjald og þeir sem hafa greitt það núna í sumar, þeir greiða ekkert nýtt gjald en þeir sem vilja koma inn í þetta gistifyrirkomulag að þeir greiða þetta einskiptisgjald þessar 95.000 krónur. Og það er eins og áður forsenda að vera með hollvinasamning áður en að þetta er gert. Þannig að fyrst þarf að ganga frá hollvinasamning og svo er þetta svona viðauki við það. Já, þetta er nú svona, við vorum í smá samráði, leituðum samráðs við ýmsa aðila svona þessa hugmynd og að framlengja þessu og það voru svona bara almenn varnaðar orð sem komu eðlilega en ekkert sem stoppar þessa aðgerð að þannig að við erum bara mjög ánægð með þetta og þetta hefur reynst bara vel, við erum ánægð með samstarfið og þetta fyrirkomulag og eins og segi erum að vinna að því að svona hvað taki svo endanlega við á næsta ári en við erum að horfa á eitthvað svona varanlegra með því. En ég get ekki sagt frá því á þessum tímapunkti. Flott, takk fyrir þetta, Örn Viðar og ég get alveg lýst ánægju fyrir hönd íbúa sem eru búin að vera að bíða eftir þessum fréttum og ég held að allir sem hafa verið með þennan samning sé bara ánægðir með samskipti og samvinnu við Þórkötlu. Ef eitthvað hefur komið upp á það, hafa þau brugðist við og ég hef ekki frétt neitt annað. Þannig að þetta eru bara góða fréttir og vonandi gott áframhaldandi samstarf. En þá langaði mig aðeins þess að heyri í þér, Ómar Davíð. Það er náttúrulega nýafstaðnar réttir. Ég held að þú sért eini fjárbóndinn á listanum. Gekk þetta ekki bara ljómandi og engar athugasemdir voru gerðar? Jú, þetta bara gekk ljómandi, við fengum loksins gott veður, það gerist á svona 10 ára fresti. Akkurat. Og bara smöluðum á laugardaginn, réttuðum í gær og þetta var bara fullt af fólki, meira fólki heldur við fyrir held ég. Já. Það gekk bara ljómandi vel og allir kátir. Flott að heyra. Það er gott að heyra. Það var spurning síðasta fundi varðandi raunverulega rafmagns kabalinn nýja sem lagður er yfir hraunið sem að liggur á brettunum
Og Siggi Sigurður Kristmundsson, hann leitaði nánari upplýsinga þetta, þannig að hann bað að fá að svara því og hvernig þetta væri núna, hvernig ástandið væri. Siggi, ef þú tækir orðið. Já, heyriði í mér hérna. Já, Já, ég hringdi bara strax í kjölfarið í HS-veitur og fekk það staðfest að þessi strengur sem að lagði var yfir hraunið austan við Þorbjarni er bara í gangi, sko. Það er 36 kW strengur og er mun afkasta meiri heldur en strengurinn í Arnardalsleiðinni. Þannig að sá strengur er út af framkvæmdum við frá rennslögn þar. Þannig að það á bara alltaf verið í góðan gír með afhendingu á rafmagni, eins og það er. flott Þá það Sigurður Karlsson, það eru ýmsar lagfæringar núna á götum og gangstéttum og svona verið að snurfusa ýmislegt í bænum. Siggi, gætirðu farið aðeins yfir það með okkur? Já, það náttúrulega eftir að sprungu viðgerði lýkur og svæði opnast og girðingar falla. Þá tökum við og göngum frá yfirborðinu, ýmist með malbiki eða klæningu og samhliða þessu erum við að reyna að koma gönguleiðum aftur í betra horf með því að steypa kantsteina og laga hellulögn. Og erum búnir svona syðst í bænum, í gamla bænum og erum að vinna okkur svolítið upp og það verður farið norðan til í bænum svona þegar líða aðeins inn á haustið. Og þetta alfarið á kostnað Grindavíkurbæjar? Já, þetta alfarið á kostnað Grindavíkurbæjar. Hluti af þessu samt sem áður tjónabætur vegna fráveitu eða vatnsveitu sem tekur þátt í yfirborðinu en það er bara hlutfall miðað við umfang tjónsins. En þetta er framlag Grindavíkurbæjar fyrst og fremst. Já, flott Svo var langaði mig svona svolítið til þess að vita, nú er nýtt kvótaár nýhafið og það er kannski breyting í rekstri og umhverfi hjá okkar sjávarútvegsfyrirtækjum vegna mikillar hækkunar á veiðigjöldum. Mun þetta hafa áhrif á atvinnustig, er eitthvað í kortunum, hagræðing, uppsagnir, til dæmis hjá þér, Pétur, fyrir hönd Vísis? Já, takk fyrir þetta. Ég svona gróft á litið ef við hvað þetta mun gera okkur hér að það fara 2 milljarðar út úr sveitarfélaginu í formi veiðigjalda hverju ári. Við kunnuleg tala sveitarfélagið býður eftir að fá 2 milljarðar til sín úr þegar svona að vinna í því á þeim 5 árum sem við reiknum þá með að svona alveg endur risa hjá okkur taki þá er þetta 10 milljarðar. Við líkjum við það að við byggjum Grindvíkingar saman fyrsti togara dýrust og bestu gerð og hendum honum svo. En bara þetta er pólitísk ákvörðun og eina sem pirrar mig í því að þegar menn halda þið fram að það hafi engin áhrif, sko. Það er bara, okkur mun ekkert þetta, sko. En varðandi okkur eins og öll fyrirtæki, við erum bara með þetta allt í skoðun og þetta dettur á áramótin og ég held að sko, það mun hjá okkur eins og öllum öðrum mun fyrir að síðan komi ljós eitthvað hvað menn gera. En þetta er náttúrulega sko talandi sko vinnslustöðvarnar í Grindavík þá er ekkert endilega ljóst eða víst að það hafi mikil áhrif á þær. Þetta mun hafa áhrif á það sem menn geta gert til hliðar, þetta hefur áhrif á skipaflotan, þetta hefur áhrif á margt annað og ég sé alveg ástæðulegt að vera eitthvað sérstaklega svarsýn vegna Grindavíkur per se, en af því að þetta er náttúrulega Pétur datt þarna út. Pétur, ert þú? Kristján hefur slökkt á hann. Já, ætli það ekki. En Alda, þú ert þarna fyrir Einhamar. Fyrir ekki gervigrindin, er hún að klippa mig út í að tala þetta eða hvað? Já, þú ert komin hann inn aftur. Já, ég bara með að hafna, ekki maður stýrum bara að hafna á miðjum skjá hjá mér, sko, sem að...
Ég ítti ekki á neitt, ég er Nei, alsaklaus. ég held að þeir hérna efnahagsnefndin að koma til okkar á morgun. Ég held að sé að hlusta og vilja klippa mig út. Já, En það raunin bara, ég held að við þurfum ekki hafa neitt sérstakann kvíðboga yfir því sem við erum að gerast í Grindavík. Þetta kemur fram annars staðar og mun koma fram það sem svona kannski ekki alveg komið að, en ég vitna alltaf við Viðar Halldórsson í Háskólanum að til að byggja samfélag þarf að vera kúltúr og menning og þar hafa þessi fyrirtæki sem annars staðar verið burðarásar í því að styðja við það, og ég eftir íþróttir sem annað. Alvarleikinn felst í því hversu mikið verður afurlega fært í það, en að öðru leyti ekki það áhyggjur því, den tíð, den sorg kemur að því, sko. gott að heyra. Alda, getur þú kannski svara fyrir Einhamar, svona sömu spurningu? Er einhver áfann daginn? Og ég segi sama á Pétur hvað þetta verða, mér finnst það svo sem ekki tímabært að sjá hvaða áhrif þessi veiðigjöld munu hafa, og þau munu ekki hafa önnur áhrif á okkur en önnur bæjarfélög. Þessi kvótaskerðing sem mér finnst það svona meira íþyngjandi en við bara ætlum að halda okkar dampi og í ljósi svona auðvitað þeirra ömurlegu aðstæðna sem eru í okkar fyrirtæki sem öllum kunnugt en svona rekstrarlega séð að þá höldum við bara ótrúð áfram. Gott að heyra. Það náttúrulega er að lesa svona frá ýmsum bæjarfélögum út á landi að þeir hyggjast vera í einhverjum aðgerðum og grípa til aðgerða. Þannig að maður svona, að því að atvinnustigið hér hefur náttúrulega verið með miklum ágætum og það er það sem að kannski er forsenda til uppbyggingar. Það er að hafa þak yfir höfuð og vinnu. En Ingibergur, karfan er að fara af stað og þið eru með einhver áform og einhver plön. Já, og það sem að við vitum núna er að það er stutt í fyrsta heimaleikinn sem að verður 7. október í Grindavík. Við erum að endurnýja búninginn sem verður þá til sölu og ætlum að vera með grill og fjör í gjánni. Verðum mögulega með, ef veður leyfir, hoppukastala fyrir krakka og svona, þannig að við ætlum okkur að koma heim í einhverju skrefum og það er stjórnarfundur hjá okkur eftir klukkutíma og það sem að við ætlum að fara betri yfir þessi mál og við erum bara mjög spennt og getum eiginlega ekki beðið, sko. Ég var að semja við rútufyrirtæki af því við náttúrulega verðum að æfa í Smáranum og við verðum að æfa heima eins og við erum búin að vera að gera núna síðustu, 1,5 mánuðin að fyrir leikmenn að ferðast heim til Grindavíkur á leikdögum, segjum sem svo að við spilum alla leikina heima, að þá allavega er ég búin að gera samning við rútufyrirtæki sem mun keyra liðið úr Smáranum og til Grindavíkur, þannig að því að það fylgir þessu auka kostnaður og bensín og svona vesen, sko, þannig að það er allavega búið að stoppa í það gat og þetta lítur bara mjög vel út hjá okkur, segi ég. Já, flott að heyra. Ég geti komið svona smá upplýsingum hér á varðandi björgunarsveitina. Við erum svona, það er náttúrulega búið að vera logn og látið eða núna hjá okkur sem betur fer náttúrulega. Að það er ekkert að gerast ef það er rólegt hjá okkur en við erum svona farin að huga að því að draga aðeins saman seglin. Náttúrulega erum búin að missa allt fólkið úr bænum sem hefur staðið við bakið okkur og þó að við séum með stöndu og góð fyrirtæki ennþá starfandi þá hefur margt farið. Þannig að við erum svona að missa ákveðna tekjulind í okkar rekstur, þannig að við erum svona aðeins farin að huga því hvað við getum gert til þess að hagræða en við erum ekkert af því að gefast upp og við erum með fullt af nýliðum sem að við erum að taka inn í starfið okkar og kenna þeim á alla græjur og svæðið og þannig að við erum tilbúin en við erum svona aðeins farin að huga að okkar rekstri.
Ég sé að Jón Haukur kominn, það er kannski áhugavert að fá hann til þess að segja okkur svona helstu hvernig ástandið er, bara heilt yfir á Grindavík. Já, það var ekki lítið maður. Ýmislegt sem er ætlast til. Já, það er náttúrulega kannski fyrst frá að segja, menn náttúrulega sem var mjög ánægilegt og það skildi koma fjármagn í áframhaldandi vinnu á að gera við bæinn. Eins og Siggi var að segja, að síðan tekur sveitarfélagið við með þessar yfirborðs svona framkvæmdir og snyrtingu og þar. Nú, við erum líka með það í bígerð að svona fara í vinnu út í Hlíðahverfi og svona öðrum stöðum að draga girðingar saman. Þannig að það endurspegli þá kannski frekar svona hinn raunverulegu hættusvæði fremur en að girðingarnar séu bara það sem var þægilegt að leggja þar á þeim tíma. Já, minnka sem sagt raunverulega svæðið. Já, að því að svona sjónrænt er kannski ekki heppilegt að setja óþarlega stór svæði séu afgirt, bæði er það og kannski óþarlega íþyngjandi fyrir einhver mannvirki sem þar kunna standa en einnig er þetta líka þá bara sjónrænt gagnvart framtíðin eða ágætt að fólk fara að átta sig á því bara hvar þessi svæði nákvæmlega eru. Og þannig að það er eiginlega þá pælingin með því. Hins vegar eins og þið sem að fylgist með fréttum að þá er ekkert lát á þessu landrisi. Þannig að andlega þurfum við allavega að vera alltaf á þeim stað að þetta sé nú ekki alveg búið. En við erum tilbúin í starfstólunum. Já, og þannig að það er allir svona staddir þar en hvort sem að þetta er þá síðasta eða næst síðasta eitthvað en það má eins og ég hef sagt áður að svona ef maður horfir á svona stóru jarðfræðilegu myndina þá er þetta nú komið býsna langt og en hvort sem þessu ljúki þá akkurat þá núna eða síðar náttúrulega engin leið að segja það. Nei. Þetta er allavega komið langt og í sjálfu sér ef við tökum bara tölfræðina og að nú að geta leggja tölurnar á borðið niður fyrir stöku sinnum ef maður er eitthvað svona efinn sem lífið og tilveruna að af þessum 9 gosum að þá erum við með 2 svona í alveg næsta nágrenni Grindavíkur. Þau eru líka þessi 2 gos sem eru langminnst. Þetta segir okkur þá að það eru tregður í kerfinu til suðurs og sama á við vantarlega alveg í bláendan til norðurs. Þannig að en þá er það í raun og veru þetta miðbik svæðisins sem er alltaf svona líklegast þó að sé ekkert hægt að útiloka hitt en allavega hafa þessi 2 gos alveg í útjaðri bæjarins verið alveg stærðargráðunni minni heldur en önnur gos á svæðinu. Þannig að það er svona ákveðin jákvæðni. Akkurat. Takk fyrir þetta, Jón Haukur. Er fleiri sem að vilja koma með eitthvað ábendingar, eitthvað sem að við getum kíkt á eða leitað eftir? Það er kannski bara eitt sem má alveg bæta við og er alveg rétt að sveitarfélagið og svona hagsmunir aðilar þar viti af og haldi á lofti í samskiptum við svona ytri yfirvöld að við höfum svona talað fyrir því alveg síðan í apríl að í þessum innviðahóp að það gekk á virka hæð á Varnargarði L7 og það hefur ekki fengist heimild á að endurheimta það. Hraunið sem lagðist upp á garðinu þar, þannig að það gekk á virku hæðina. Já, þannig að það þyrfti að bæta úr því. Já, og það er búið að liggja mjög lengi fyrir álit okkar þessa verkfræðingahóps á því og minnisblað hjá almannavörnum og hjá dómsmálaráðuneytinu það. Þannig að þið megið alveg halda því á lofti svona ef þið eru eitthvað í þeim buxunum að ræða málun á þessum stöðum. Já, takk fyrir þessa ábendingu. Pétur, gjörðu svo vel. Já, bara eitt
Langar aðeins að fá í sig Otter og Einar og Jón Haukur, þeir allir sem að langar aðeins að forðast þetta áhættu mat sem gert hversu oft og hver gerir það og annað. Ég lít svo á að rétt áhættu mat sé svolítið grunnur að öllu sem við munum taka okkur fyrir hendur á næstu vikum og mánuðum. Hversu oft það endurnýjað og finnst ykkur það að vera að gefa eins og þetta gert eins og liggur fyrir núna, er þetta rétt mynd sem þar eða ég líkir stundu við það þegar að áhættu mat á skipi út á sjó ef þið gert án þess að taka tillit til björgunar, búnaðar og þjálfunar. Hvernig metið þið það einhver ykkar að hvernig áhættu matið núna og hvernig svo frá endurnýjað í ljósi allt sem þau voru að lýsa? Já, ég getum tekið þennan bolta þetta heit kartafla sko og áhættu mati á forræði Grindavíkurnefndar. Samkvæmt lögum Grindavíkurnefnd sé ber ábyrgð því að þetta sé gert fyrir þéttbýli, fyrir Grindavíkurbæ, ekki Svartsengi. Það hefur ekki verið gert mjög reglulega en það í vinnslu að breyta aðferðafræðinni hvernig það gert. Þannig að við heimamenn komum meira að borðinu og það alltaf mín ósk að það verði búið innlega það fyrir næsta atburð. Hættumat-kort Veðurstofunnar verður endurskoðað á morgun og samkvæmt upplýsingu þaðan í morgun voru að Landris heldur bara áfram með óbreyttum hætti eins og fyrir síðasta atburð og engin breyting á því. Þannig að það náttúrulega styttist til það að hættumatkortið breytist hjá Veðurstofunni en það þýðir ekki að Grindavíkurkortið breytist svo glatt. Þannig ég vona það að næsta fundi geti kannski kynnt fyrir ykkur aðeins breyttar áherslur í gerð því meti og á hvað fresti það verið gert og vonandi verður það gert mun örar heldur hefur gert hingað til. Já. Otti, eitthvað sem að þú myndir vilja koma framfæri? Nei, ég svo sem ekki, kannski ekki á mínu forræði en ég held að við séum allir sammála því að aðferðafræðin við þetta áhættumat fram að þessu hefur ekki verið mjög góð og það það sem eina að vísi, það það sem þarf að fara að breytast og þarf að vera svona aðeins í takti við það sem raunverulega að gerast. Þannig að ég bind bara mikla vonir við að þessi vinna fara að klárast. Þetta var náttúrulega bara alveg mjög vont síðast og má eiginlega ekki koma fyrir aftur sko. Nei, en ég svo sem ekki engu þetta bæta sem eina sagði. Takk fyrir það, Otti, það Skarphéðinn, gjör svo vel. Já, þannig blandi mér aðeins í umræðinu þetta þetta komið ágætlega fram að þetta áhættumat á vegum Grindavíkurnefndar og það náttúrulega til stöðurar skoðunar og það hægt að gera það betur. Nefndin útvistaði á sínu tíma svona vinnunni við mati til verkfræðistofu og það þannig og stendur ekki til að svo sem breyta því og það síðan gefið út í samráði við almannavarnir. En við höfum átt fundi með almannavörnum og verkfræðistofunni og lögreglunni og fleirum til þess að fara yfir því að það náttúrulega okkar vilja að þetta sé sem best þetta plagg þegar það kemur út og þetta það skoðað hvers skipti sem kemur hættumat frá Veðurstofunni og kanna hvort það sé ástæða til þess að breyta áhættumatinu þannig að þessi vinna heldur bara áfram. En ég ætla kannski úr þegar ég hef með orðið að nefna kannski tvö atriði. Annars vegar sóknarsjóðurinn að það sem veitir styrki til atvinnulífs. Það rennur umsóknarfresturinn út 1. október og hvetjum alla til þess að skoða það hvort það sé eitthvað hægt að hafa út úr því fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og til þess að útbúa umsóknir ef að það að þá eru ráðgjafar hjá Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum klárir í að aðstoða við það og mann geta komist
í gegnum, fengið þá ráðgjöf án endurgjalds. Nú síðan hefur nefndin eins og áður verið að vinna í ýmsum upplýsingamálum. Við vorum með vel heppnaðan upplýsingafundi í síðustu viku verkefni þjónustuteymisins og bæði fínmæting í gjánna og líka fjölmargir sem fylgdust með í streyminu. Við munum halda áfram að vera með svona fundi. Þeir eru að takast vel og svo eru teknir upp og eru aðgengilegir fyrir þá sem vilja skoða og það ótrúlega mikið sem að verið að fara inn á eldri fundi og rifja upp. Og við, annað sem að varðandi upplýsingamálin sem eru náttúrulega gríðarlega mikilvæg, það að við erum að klára að gera heimasíðu fyrir nefndina og þar getum við haldið eða verðum með aðgengi að öllum þessum gögnum sem að hafa verið inni fyrir nefndina gennum tíðina og það aðgengilegt hægt að kynna sér það sem að hefur verið gert og í gangi á hvernig tíma. Þannig að ég vildi svona nefna þetta í leiðinni. Takk fyrir þetta, Skarphéðinn. Þetta voru góðar upplýsingar og ég tek undir það að þessi fundir, ég komst nú ekki á síðasta fund en horfði á hann í streyminu og þetta það sem að við Grindvíkingar erum búin að vera að kalla eftir, það að fá upplýsingar og helst meiri heldur en minna, það alltaf gott að tala saman og við vinnum öll misjafnlega upp úr þessum upplýsingum og eins og segir að horfa á þetta aftur að þetta bara nauðsynlegt í þessu ástandi sem við erum í. En klukkan við eigum 3 mínútur eftir. Er einhver svona sem að myndi vilja koma einhverju á framfæri áður en við slítum? Ég sendi á þig, Guðbjörg, spurningu, ég veit ekki hvort þú sást það. Ég var bara... Já, segðu mér hana. Ég var bara að hugsa með, hefur það eitthvað verið rætt eins og varðandi búðin okkar Nettó, er Nettó að bíða eftir einhvern fjölda eða er búðin ekki að fara að opna aftur? Hefur þetta eitthvað verið skoðað? Pétur, þú ert búin að vera í einhverju sambandi við þá í Nettó, það ekki? Svona til þess að spyrjast fyrir. Nei, ekki nýtt í Nettó, en við höfum aðeins orðað þetta við aðili bænum að taka þetta að sér í einhverju formi. Okay. Og mitt sóknarsjóður eins og renn á 1. október það allavega komið vilji og fólk og vilji og oftast standar þetta nú á fjármögnun og tryggingum og því öllu saman en það svona aðeins búið að ýta kláruð það mál áður en fyrir að ýta okkar því að þetta svona ég tel að þetta sé sem sagt ferð sem að svona heldur verkefni haustsins og vetrarins að þetta áhættumat það sé rétt. Gistingin, hún stendur í betri átt, koma vestunni og tilkynum skóla. Þannig að þetta svona þessi röð. Ég vil ekki búin að fara neitt í Nettó ennþá en við bara söfnum meiri kröftum og sterkari sleggju öfus fyrir að þangað. En það komin aðili sem við lýst við vilja og við erum svona aðeins að reyna að ýta á það sem hægt að þreifa á honum. En það náttúrulega eru komnir nýir eigendur að Nettó og Kaupfélag Suðurnesja á húsnæðið. Þannig að það þá bara spurning eins og Pétur sagði, er einhverju nýir aðilar tilbúnir til að leigja eða sækjum styrki til þess að láta á þetta reyna. Og allt helst þetta í hendur. Það að hafa öruggt húsnæðið og náttúrulega öryggi í bænum er náttúrulega mjög mikilvægt og eins og Jón Haukur kom inn á að það er stöðugt verið að fara yfir þau mál og verið að tryggja það og Grindavíkurnefndin líka varðandi aðgerðapakka 2, þannig að allt miðar þetta að því sama og bæjarstjórn Grindavíkur að klára að stoppa í þau göt sem eru hér innan bæjar. En ég þakka ykkur fyrir fundin í dag og við bara heyrumst aftur á vikuliðinni. Takk fyrir. Takk fyrir.